Reismenn ein tegund frummanna, Homo erectus, af ættkvíslinni Homo, eins og við, en það eru fleiri tegundir, þó svo við séum eina tegundir sem eftir. Homo erectus kemur fram fyrir cirka 2 milljónum ára eða svo, þegar að segja að það eru svona elstu steingervingarnir sem við höfum fundið, en voru á lífi allt þangað til fyrir svona 100.000 ára. Fullt af tegundum frummanna sem voru á lífi á sama tíma, eða á því tímabili. Sumir komu fram áður og dóu út einhvern tímann á leiðinni og aðrir komu fram og dóu út síðar eða við. Við vorum komin fram á meðan Homo erectus lifði. Þeir koma fram í Afríku en voru fyrstir til þess að yfirgefa Afríku. Það gerðu þeir með því að fara til Evrópu og Asíu, alla leið til Indónesíu. Ef þið hafið heyrt talað jöfumann, þá það Homo erectus að öllum líkindum. Þeir voru veiðimenn, beygðu sér einföld vopn og steinverkfæri og voru mjög góðir veiðimenn. Þeir gátu skynjað umhverfið sitt og lesið umhverfið sitt betur en þeir sem koma á undan og heldur en önnur dýr. Þeir gátu elt fótspor og elt dýr dögunum saman, sem eitthvað sem að rándýr gera almennt ekki, þó sé nú alveg til. Heilin í þeim ekkert rosalega stór, rétt 1000 rúmsentimetrar. Heilin í okkur 20-30% stærri. 1,50 til 1,70 svona almennt á hæð, ekkert rosalega hávaxnir en ekki eins litlir eins og sumir af frummennunum voru. En það gerist svolítið merkilegt fyrir cirka 500.000 árum, segi ég, þegar þeir eru búin að vera til lengi. Þá ná þeir tökum á eldi, að kveikja eld og halda honum logandi. Og það algjör bylting í að lifa af. Í fyrsta lagi þá þetta að hafa eld á nóttinni, bæja burt rándýrum, halda á sér hita, elda mat, þá fær maður meiri næringur úr matnum, og þetta sparaði þeim óhemju orku og gaf þeim meir orku, þannig að það tvöfaldur gróði í raun. Og það gaf þeim ofboðslegt forskot. En þeir dóu út á endanum, aðalaf því að það komi fram bara aðrar mannategundir sem réðu betur við aðstæður og aðstæður voru alltaf annars slagið að breytast. Homo erectus stundum kallaður Homo ergaster í Afríku. En það svolítið mismunandi hvaða bækur maður að lesa. Hvort þetta sama tegundin eða undirtegund eða sitt hvort tegundin. Ég horfi yfirleitt á þetta bara sem Homo erectus eða reismann upp á íslensku. En það ekki þannig að þeir hafi svo hægt og rólega breyst yfir eitthvað annað sem var svo hægt og rólega okkur, heldur það líklega þannig að einhver lítill hópur. Við vitum ekki hversu stór, ekki einhverjir örfáir einstaklingar, einhverjir tugir, hundruðir einstaklingar sem lifðu eitthvað staðar, lifðu af og þróuðust yfir eitthvað annað, á meðan að meiri hlutinn dó í raun bara út. En við vitum að þeir höfðu fullt af einkennum sem við höfum enn þann dag í dag.